Gott kvöld, góðir áhörundur og velkomin að skjánum. Í kvöld ætlum við að fylgjast með 5. umferð í úrvalsdeild og hér keppninu fram á Group 3 bílum á hinni mögnuðu braut Monza á Ítalíu. Ingi Þór ég og hjá mér í kvöld engin annar en hann Danni. Vertu velkomin. Já, takk fyrir það, gott kvöld. Gaman að vera komin aftur í útsendingar. Það var svolítið síðan að maður var að lýsa þessum keppnum. Já, þetta ekki þitt fyrsta ródíó en það kom inn svolítið tími síðast. Já, mikið búið að breyta. Já, margt búið að breyta mikið af keppendum sem að maður hefur ekki verið að fylgjast með sjálfur og já, þetta bara allt spennandi, sko. Mjög gaman að þessu. Já, þetta verður bara meira spennandi með hverju ári. Ökumenn alltaf að vera betri og betri og bara í flestum deildum núna erum við með bara alveg prímo ökumenn og tala ekki úrvalsdeild. Það ekki ástæðulausu sem við kallum þetta úrvalsdeild. Hér gríðarlega hart barist og menn jafnir. Já, nákvæmlega, sko. Þetta eru ökumenn sem eru, já, eins og segir, þetta svo jöfn deild núna með hvað hann hefur verið. Það bara, þú verður algjör veisla að fylgjast með þessu þetta tímabil. Já, ekki spurning. Nú, Jökull náttúrulega eins og Jökull vinnur oft og ekki aftarlega ef hann á slæma dag. Hann búinn að vinna 3 af fyrstu 4 keppnunum og lendi í öðru sæti í 3. umferðinni, þannig að hann svolítið vel settur á stigum. En á eftir honum Ólafur Einar sem búinn að vinna eina keppni á þessu tímabili og síðan mjög hörð barátta frá 3. niður í 5. sæti. Það erum við að tala um Alex Topson í 3., Jóhann Inga í 4. og Andra Má í því 5. og munurinn sko Alex sem með 68 stig, Jóhann Ingi 65 og Andri 62, þannig að það stutt á milli manna á toppnum og þetta allt opið ennþá. Allt opið ennþá og svo náttúrulega byrjar núna eftir þessa keppni að draga frá stigin frá verstu keppni, þannig að það gæti verið einhver hreyfing líka á töflunni eftir þessa keppni. Já, það gæti verið svo, ekki spurning, sérstaklega fyrir þá sem að hafa átt slæma keppni. Þetta hefur kannski ekki mikil áhrif á Jökulla sem að hann bara búinn að sigra og verið í öðru seti, þannig að frátalasturinn, ja, þú veist, í mörg stig frá honum, en þú veist, inn í end þá allir að þetta íkólast út eins og maður segir. Já, en þegar menn alltaf ofalega þá lenda þeir náttúrulega bara í því að það ekki tækt annað að draga slæma eða góða keppni frá, en inn í end skiptir það ekki öllum máli, það missar og þannig reikningurinn. Já. En eins og ég segi, þetta Alex Topson, við langar að tala um hann. Hann nýr í úrvalsdeild og hann var bara að keppna í opnu deildinni í fyrra og tók svo þátt í tímatökum, ef ég man rétt. Já, hann tók þátt í tímatökum á sama tíma og ég og hann var svo eini sem gat farið upp í úrvalsdeild eftir tímatökur. Já. Og það vanalega ekki hægt að gera það, en það losnaði þarna pláss í úrvalsdeildinni og hann var svo ótrúlega hraður að það var bara no-brainer að senda hann í úrvalsdeildina. Já, og það hefur líka bara sýnt sig á fyrstu 4 keppnunum að hann verður og hér á hann heima, ekki spurning. Hann kláraði og hann nú búinn að áttu fórustu í öðrum keppnum, en hann kannski ekki alveg endað hans megin, en það greinilegt að hraðin þarna, vantar kannski pínu på reynslu sem að kemur bara með tímanum, en að vera hensan út í djúpulaugina og vera 3. stigum eftir 4 umferðir, það alveg rosalega flottar árangur. Það rosalegur árangur. Gaman að sjá þetta. Gaman að sjá unga menn líka. Ef ég skemmtast ekki, þá hann ekki með 16 ára þessi drengur, þannig að alveg hörku ökumaður með reynslu og fyrir störf. Klárlega framtíð hér á ferðinni. Minnum ég svolítið á þegar að Jökull kom upp í úrvalsdeild, þá hann skipaði svona framfyrir, hann var svo hraður að hann fekk eiginlega hraðleið þegar það losnaði og hann fór bara strax að sýna klærnar og berjast og það hugsanlega að verður andstæðingur að koma, ekki það að við sem ekki með nóga, en því að Ólafur heldur betur búinn að standa í jökli núna síðustu tímabil og sýnt oss hann og hvaða degi sem getur hann sigrað og stundum verið algjörlega ósigrandi.
Já, nákvæmlega. Þannig að þetta verður eitthvað sem verður mjög gaman að fylgjast með núna í þessari keppni. Á þessari braut líka, þetta er svo mikil hárhraða braut, mikið af beinum köflum, eins og einhver sagði einhver staðar að þetta væri 5 kvartmílu keppnir í einhver draut. Já, það er kannski ekki langt á því, en þetta er, já, ég veit að þetta er svona love-and-hate relationship við þessa braut hjá mörgum, sko, en flestir held ég að fíla hana nú svolítið. Hún hefur margt skemmtilegt, þú veist, hún hefur langa kafla til að vera í drafti, hún er með alveg 3 virkilega svona mikla bremsukafla sem maður bjóða alltaf upp á að bremsa lítið seinna og svo þú veist beygju sem maður þarf að halda flæði í gegnum, þannig að hún er með svona sitt lítið að hvoru, en þetta er mikil hraðabraut, það fer ekki að mynda mála. Algjörlega, og eins og þú segir, þá er beygjurnar, þær eru þannig að það skiptir svo miklu máli að ná hratt út úr beygjunum, út af því að sá sem er að reyna að elda getur ekki nota kjölsogið ef að þú fer miklu hraðar út úr henni, þannig að þá er bara rétt að ná þér fyrir næsta bremsukafla. Já, þetta er svo fyndið, þú ert sko bestar upp á útkeyrsluna að fara slow in og fast out, en að því þú ert með svona langa bremsukafla að þá býður það rosalega upp á að nýta sér það til framúraksturs. Þannig að já, þetta verður áhugavert. Þessi keppni hefur yfirleitt skilað áhugaverðum keppnum. Já, ég var að fylgjast með keppninni, útsendingunni í gær hjá ykkur, þá vorum við komin á 8. hring og það var enda bara bíl við bíl, bara eða alla breytina. Já, nefnilega, þetta var alveg ótrúlegt. Og þannig að það er bara vonað það besta að það verði jafn spennandi keppni í kvöld. Ég efast ekki það er svo jafnt á milli manna hérna í þessari deild og margir orðnir svo góðir að ég held að við séum að fara að horfa upp á eitthvað skemmtilegt, ekki spurning. Algjörlega. Það er kannski spurning að renna snöggast yfir þá sem að styrkja okkur. Arctic Iceland, þau eru að styrkja deildina, Gullfiskur, Lavasjó, Kraftey, Kraftvélar, Game TV, Auto Center, búin að gefa okkur verðlaun í mörg ár, þökkum þau fyrir það. Classic Detail, GC Akadíman, hún er náttúrulega fyrir þá sem að vilja prófa sportið og tjekka hvort þetta sé ekki eitthvað fyrir þá. Svo erum við náttúrulega með Kalda og verkfærasalar. Þetta eru þeir fyrirtæki sem að leggja hönd á plóginn, þökkum þeim kærlega fyrir. Já, og það er hægt að sjá hérna á flestum bílum þessa auglýsingar frá þessum aðilum, logoðum þeirra og svona. Það er bara ótrúlega gaman að sjá svoleiðis. Allir hérna með vel skreita bíla. Akadíman, ég meina Akademían. Já. Sindri maður, það fer ekkert fram hjá honum. Ekkert fram hjá honum. Já, gott stöf. En bara bjóðum spjallið velkomin í þáttinn og ef við erum með einhverja spár eða einhverjar ábendingar þá hérna hendið þeim í chatið og við reynum að taka eftir í eins best og við getum. Já, og svo auðvitað henda í like og subscribe. Það má ekki gleyma að plugga það, sko. Nei, það er dýrmætt, kostar lítið. Stigakeppni liða er eftirfarandi. Það er Kaldi Racing Team sem er Andri Már og Ólafur. Þau eru á toppnum með 145 stig. B6 Racing sem er Jóhannes Eilsson og Jökull með 124 stig. Síðan er það Team Eyþórs og Jóhann Ingi. Kraftvélar Racing Team er Alex Þór og Alexander Leo og það er sem sagt Alex Topsson og þau eru í 4. sæti. Lavasjó er í 5. sæti og það er Dimmi og Gunnar Ágúst. Ramrock Racing er í 6. sæti. Ársæll og Ástaldur og Arctic MS Racing er Gunnar Karel og Haukur Ingi. Þeir sitja í 7. sæti. Já, þetta er spennandi. Ég verð nú bara að minnast á spána hérna hjá honum Hilla í tjattinu, sko. Þetta er alveg svaka spá, sko. Ég hef aldrei séð svona ítarlega spá hérna.
Þetta stundum bara rannsóknar ritgerð, sko. Já, hann er ekki nóg með það með spá upp á 1, 2, 3, það voru með spá sko upp á nákvæmlega tíman, hver verður hraðasti hringur, hver verður með hraðasta pól eða tímatökutíma og meira þess að Jökull dettur niður og kemur með comeback. Það er búið að rýna í framtíðina hérna. Ég sé að það er búið að setja hérna skoðanakönnun á chatið. Já, Danni maður með nýja tækni, það er komin ný tækni. Já, ég er nú ekki Gerðu þú þetta ekki? Skoðun, nei, mér grunar að Gunni hafi gert þetta, hann er örugglega að horfa hérna á hliðarlínuna. Hann er alveg ný tækni óður. Já. Hann er svona gauð sem ætti að vera með nýjasta tækni og vísindi þátt. Hann er með þetta allt á hreinu. Já, nákvæmlega. Dimmi segist þér á leiðinni, hann var búinn að boða það, hann yrði smá seinna en hann er á leiðinni og við ætlum að gefa honum hann nokkrar auka mínútur. Fyrst hann lét vita í tíma og allir eru sáttur í það, þannig að það styttist óðum í tímatökur og vonandi þurfum við ekki að bíða nema bara í 2-3 ár eftir hann og Dimma. Þetta stefnir í hörkureis. Alex er með hraðasta tíma enn sem komið er núna í free practice og við erum að tala um tíma sem er komið fyrir neðan 1:48,5. Rétt slætar þar fyrir neðan. Já, þetta er rosalegu tími, sko. Þetta er heldur betur tími, maður. Hann er að fljúga á bensinum. Já. Svo er líka gaman að sjá, hvað segirðu? Það var að segja, það sést alveg greinilegt bara munurinn á úrvalsdeildarökumönnum og deildinu fyrir neðan. Það var það sá ekki mikið undir 1:49 í öðrum deildum. Nei. Það var ekki mikið það. Ég held að ég hafi séð einu sinni undir 49 í free practice minni mig í gær. Já. En við erum samt komin verulega fyrir neðan 49. Við erum að fara komin í neðri hluta 1:48 og það er bara rosalegi tímar. Í free practice 2/10 og eftir og hann er að keyra Ferrari sem er MR bíl og svolítið ólíkur bensinum. Það er oft verið að tala að endahraði sé kannski ekki hans. Finnst hann vera bara sýnist mér að hafa verið að Monza og á æfingum að hann er bara að standa sér mjög vel bílinn og hann er alveg að hanga í draftinu, sko. Já, þetta er einmitt bílinn sem ég keyri í minni deild sem er önnur deild en þetta er svona bíl sem er góður af stað, þannig að það getur verið svo erfitt að elta hann fyrir þá sem er að reyna að elta hann út af því að hann er svo hraður að staða út úr beyginn og mjög góður bíll í eins og þú varst að tala um að vera að bremsa snemma bara hægt inn og hratt út. Já. Þannig að það er bæði þetta er tvíeggja sverð, það er erfitt að verja honum út í að þú þarft í rauninni að bremsa aðeins fyrr á þessum bíl til þess að ná beyginni rétt. En það eins og segir, það er mjög erfitt að vera að bremsa fyrr á þessari braut út í að það býður upp á möguleikann að einhver stingur sér við hliðina og þá ertu bara búinn að missa fram úr. En hann er samt alveg með góða bremsur það ekki upp á að þú bremsa seint ef það þarf á því að halda. Jú, hann er það algjörlega, sko. Algjörlega. Það er alltaf einhvern veginn upplifað það á Ferrari, hann stoppar, hann er fljótur að stoppa og fara af stað. Já, og þar vinnur hann upp þar sem hann tapar fyrir toppspeedið, en sko þessi munur í toppspeedi, hann er ekkert eitthvað svakalegur, sko, þú veist, við höfum allavega ekki verið að sjá mikið mun í þeim keppnum sem við erum að horfa á hingað til. Nei, akkurat. Þetta er bara einhverjir örfáir kílómetrar, þannig að þetta jafnast allt út á að vera með hraðara acceleration í rauninni. Skilja að kemur þetta Nú gaman að skoða hennan
þessa skoðanakönnun í tjattinu að 14 atkvæði og Jökull, Alex og Jóhann eru allir með 29% atkvæða. Já, það munum ekki það. Þannig að áhorfendur eru alls ekki sammála hver er að fara að sigra þetta. Þetta eru svona líklegu menninir. Ég skrifaði Jóhann. Það var mitt atkvæði. Já, mitt líka. Ég vil sjá Ferrari á pól, sko. Já, það er eitthvað við það að Ferrari vinni á Ítalíu. Og svo bara höfum við ekki. Já, og svo bara, ég fyrir utan alltaf fyrstu deild í fyrra og hann Alex, og þá er nú ekki mikið Ferrari sigra í úrvalsdeild, þannig að það væri gaman að fá svoleiðis á blað. Já, alveg saman því. It's a Ferrari! Forza Ferrari, eins og Jónægir segir hérna í spjallinu. Já, hann drauður einu beini Jón. Já. Hvernig er staðan á þessu? Dimmi var ekkert mættur ennþá, eitthvað? Nei, hann er ekki mættur. Hann sagðist vera á leiðinni, þannig að við gefum honum smá tíma. Þetta er allt að fara að gerast. Svo spurning, hvað verður vinsælasta dekkjastrætti í kvöld? Eru menn að fara að taka 2 sinni medium og 1 sinni hard, eða verða menn með einhverjar frumlegri útfærslur á þessu? Fáum við að sjá one-stopper? Þetta er alltaf spurning. Við vorum alveg lifandi í voninni í gær í fyrstu deildinni að sjá one-stopper, en það rætti svona ekki úr því. Já, það var eitthvað sem að fór síðan inn þegar þau voru ekki að búast við. Já, hann bara plataði okkur. Já. Það er bara svoleiðis. Maður kannski bara, maður þarf náttúrulega að reyna að draga einhverja ályktanir meðan maður er að horfa á þetta og lýsa þessu, og það eru náttúrulega misgóðar. Ég er að taka eftir því núna tímanum sem að Alex er búinn að setja á æfingum hérna. What? 1:48.2. Hæk! Ertu ekki að grínast í mér? Má ég skipta atkvæði hérna í pollinu? Þetta er rosa. Hann toppar, who knows, hann er alveg búinn að vera að banka á dyrnar hérna, að opna fyrir fyrsta sigurinn. Hver veit, nema að Monza verði bara Maríu sigurinn. Það getur verið. Það er aldrei að vita. Davíð Örn Adams segir, það kemur one-stop í kvöld. Við lifum í voninni, ég var í gæði til að sjá það. Og Dimmi er mættur, þannig að þá förum við bara að byrja þetta. Snilt. Dimmi er bara klár, þannig að þá er ekki eftir neina að bíða. Skulum bara starta þessa tímatökur. Þá gerist það. Qualifier at Monza. Jói Eils er fyrstur út á braut, hann var fyrstur í lobbyið. Hann er alveg einstaklega lunginu að... Nei, hann fór nú ekki fyrstur út, held ég, eða hvað? Hann er alveg einstaklega lunginu að vera fyrstur í lobbyið. Hann sýndur að hafa spilað hérna Ólympíu hlaupaleikinn mikið þegar hann var ungur, af því hann svo hraður á takkanum. Hann mátt á rífrestakkanum á lottískjánum hérna. Algjörlega. En þau eru komnir á braut og þau eru náttúrulega að gefa hverjum öðrum svolítið pláss. Þetta er svolítið þjættur hópurinn að hefða þeim í byrjun. Já, þetta lítur nú bara út eins og keppni, sko. Já, má ég alveg segja það. Tímataka. Þetta er ekki vænlegt til sigurs í tímatöku. Nei.
það Þeir eru allir hérna að hýta upp dekkin og eiga eftir að búa til pláss bara aðeins hérna. Já, mér finnst okkur gott að bíða bara og mér finnst gott að geta gert áhlappin svolítið aggressív. Það tekur alltaf mótjóið í burti því það er að stoppa fyrir aftan einhvern. Já, já. Þetta er mismunandi, sumir er að gíra sig upp í þetta. Það er Jóhann Ingi sem er fremstur á braut á gullfallegum gulum Ferrari. Það er tím Gullfiskur. Hann er bara klár í þetta sínum hér. Það er ekkert verið að hægja sér lengur, hann er bara kominn á fullt rör. Já, það er bara langt á undan öllum. Það er svolítið verðmætt að fá auða braut, vera fyrstur út. Já, það hjálpa mikið að þurfi ekki að truflast af einhvern fyrir fram að sig og tala nú ekki um það ef maður er fann að upplifa að Dirty er. Já. Svo maður hérna, þetta er trikk í fyrsta beygja. Hún er hæg en það er samt alveg fáránlega erfitt að ná henni vel. Já, núna sér maður líka að þeir sem eru hérna í aftasta pakkanum að þeir eru allir farin að keyra mjög hratt hérna inn á seinasta kafla bara til þess að búa til bilið, sko. Þeir voru svo rosalega þéttir í byrjun á tímatökunum. Já. Þannig að meðan er Jóhann Ingi alveg á út og opnu og enginn sjáanlegur í baksýnisspeglinum eða fyrir framan hann. Þannig að hann einbyttir sér að afstæðunum. Þeir hefum ekki séð neinn mistak hingað til, þannig að þetta lítur út fyrir að vera þokkalegur hringur. Fallegt hljóði í Ferrarinum. Já, skemmtilegt vaffáttahljóð hérna, öskrandi háhraða vaffátta. Já, yndislegt. Svo ég verð nú að viðurkenna að mér finnst skemmtilegra hljóð í AMG og enda skemmtilegra í Lexus. AMG er drunular í honum. Maður heyrir svona í AMG í fjarlægð, þá veit maður að Jökull er að mæta og sagði þetta smá stund. En það eru komnir fleiri á AMG. AMG er svolítið vinsæll núna þetta tímabilið í flestum deildum. Já, þetta er líka mjög öflug bíl. Já, Nissan. Það eru 1.49.6, þessi tími mun nú ekki duga á toppinn þótt hann sitji þar núna. Hvað gerir Gunni? Hann bætir það. Komin í 1.49.3. Ási bætir það líka, 1.49.5. Já, og Ívar Eyþórs, hann jafnaði nánast tíman hans Jökuls. Já, vá. Það er 0,02. Alex Thompson 1.48.5. Búinn að leggja línunar. 1.05. Það er rosalegu tími. Og sjá. Við komum á annað hringjana. Það er Jó Egils. Sjáum Alex hvort hann sé að bæta sig ennþá meira. Já, hann er strax bara búinn að setja mjög sólít hring. Já, 1.48.5 á tímatöku, það er rosalegt, sko, fyrsta tímatökurinn með þessu. Ívar 5,05 og Jökull 0,002 fyrir aftan Ívar, þannig að það er ekki mikill munur á þeim tveim, en Alex vissulega er með hálfa sekúndu á næsta mann, það er bara rosalegt. En ég nú trúa því að strákarnir eigi eftir að færa sig aðeins nær þessum tíma, jafnvel toppa hann, maður veit aldrei með Jökull. Ívar hefur líka átt að til að setja alveg ridiculously hraða tíma. Já, já.
Svo maður sletti aðeins. Hvað gerir hann? Nei, hann bætir ekki. Svo verður spennandi að sjá hvort að Jóhann Ingi nær að koma sér niður í 48-nar eins og hann náði að gera á tímatökum. Því að það verður spennandi ef við fáum að sjá Ferrari ofarlega á griddinu, sko, því að hann er svo rosalega hraður á stað, sko, í griddstarti, sko. Já, sko, ef þú ert með topp 5 start, eða topp 6 start í qualifying á Ferrari, ef þú ert í eitt af 3 efstu ráslínunum, þá myndi ég segja að þú átt möguleika að koma fyrstur í fyrstu beygju, ef þú nær góðu starti. Já, algjörlega. Þegar að það er mikið af þessum bílum sem eru vinsælir í ár, eins og GTR og Benzin. Já, BMW finn þetta að segja líka þannig inn í M6. Þeir eru ekkert eitthvað sérstaklega hraðar á stað. Þeir eru ekki hægir á stað eins og Porschen, en þeir eru bara svona average, eins og maður segir. Já. En Ferrari er exceptionally góður á stað. Já, hann er þar. Það gerir Gunnar, nær hann að bæta sig. Er að koma hérna í parabólika, eða ekki? Sem segir það rétt. Jú. Síðasta beygjan. Ulva Alperetto eða eitthvað svolítið. Já, nei, ég er alltaf gamall til að fara að læra eitthvað nýtt. Herðu, hann er komin upp í 4. Jóhann Ingi, þannig að Gunnar bæti sig en ekki nóg til þess að færa sig ofar listan. Alex Geirsson sigraði fyrstu deildina í fyrra, nýr í úrvalsdeild. Sjáum hann hérna, búinn að breyta bíl, hann keyrir Ferrari í fyrra, er núna á Möstunni sem að flesti kenna Dimma við, en Dimmi er kominn á nýja bíl, þannig að Alex hefur tekið við Möstu herinum. Það er nú alveg rosalegt hljóðið í þessum Wankel mótorhraða bíl. Já, þetta er bara... Þetta hljóma bara eins og Formule 1 bílana frá early 2000. Já, nokkulega. Þegar VF8 og VF10 vélarnar voru, þetta er ekkert. Þannig að sjá Ása, Ramlóð Racing. Sko. Já. Jökull hérna fyrir aftan hann. Er Jökull að fara að bæta sig. Nei! Þarna náðu við honum siksakandi, hann bæti sig væntanlega ekki á þessu ring. Eftir þessi mistök. Hann er búinn að bæta tíma frá því áðan því að hann er kominn núna 30 á undan Ívari Eyþórs og Valur Toppa að fara að taka út sekt. Það er hérna fyrir framan Ívar sem við erum að fylgjast með. Ívar að klára hring. Það verða síðasti sem þeir menna stimplaðinn loka hring. Það eru 30 sekúndur eftir af 10 mínútum sem þeir fá í tímatökur og að þeir eru ekki lagðir af stað í nýja hring þá eru þeir bara búnir. Þannig að núna eru menn annarkvort að starta síðasta hringinn eða að klára sinn síðasta hring. Jep. Ólafur Einar. Hvað? Já. Sæll. 4 sekúndur brot. 0,00 órum á undan Alex Thompson. 1.48.526. Glæsilegur. Það er frábær tími. Ef ég man rétt sem að það er ekkert víst en mér þykir það líklegt í þessu tilfelli þá minnir mig að Ólafur Einar hafi unnið þessa keppni í fyrra. Þið kannski leiðréttið mig chatið ef ég er að fara með fleipur hérna en mér minnir einhver meginn að hann hafi verið nokkuð sterkur á Nissan GT-R akkurat á þessari braut fyrir ári síðan. Ja, ári síðan eða eitthvað, það var kannski bara ekki einu sinni svo langt síðan.
einhverjir á fjórumlóðum sem maður ætti að vita. Var við eitthvað svoleiðis þannig? Ég hef ekki verið var, ég er búinn að vera að fletta þetta í gegn. Ég er að sjá að Jóhann Ingi er núna að taka seinustu beina, hann er að klára parabólika og ég veit ekki hvort hann sé að góðum ring eða ekki, en það kemur í ljós eftir augnablik. Mér sýnist að vera á þokkalega góðum ring. Hann bætti sig aðeins, hann fór upp í 5. Já, smá bót. Hans tímataka er búinn. Ólafur að koma hérna að klára sinn síðasta hring. Það er hann að bæta, toppa sín einn tíma. Og ef ekki þá beinast öll spjóta Alex hvort að hann sé að fara að bæta sig. Hann er vá! Sjá! Sem hann gerði! 1.48.288. Herri, ég var hérna bara á kolvitlausum manni. Alex var á undan Ólafi, ég hefði átt að vera á Alex, ég bara áttaði mig ekki að því. Byrst afsökunar á því, en vá, svílíkur tími. Haha, 1.48.288. Rosalegur tími. Ég skal segja ykkur það. Jökull þriðji. Ívar Eyþórs fjórði. Og það munar hálfri sekúndu á fjórða sæti og fyrsta sæti. Síðan er stutt í Gunnar Ágúst í sjötta. Eða í 5. sæti fyrir neðan Ívar, en við skulum kíkka bara á stöðuna hérna og þú ætlar að festa þetta í minnið fyrir okkur og eftir. En það er Alex Topsson sem er að keyra fyrir Kraftvélar Racing Team. Hann toppar tímatökuna með glæsilegan tíma, lágar 1.48 og ekki langt á eftir honum, eða rétt rúmum 2/10 hlutum er Ólafur Einar. Síðan er að Jökull rétt tæpum 3/10 hlutum á eftir Alex í þriðja. Og síðan koma Eyþór, Gunnar Ágústsson fyrirgefiði, Jóhann Ingi, Andri Már, Alex Geirsson, Ási, Dimmi 10., Haukur 11., Jói Egils 12., Gunnar Karlsson 13. og Ársæll Guðmunds er í 14. Þar hafið þið það. Svona eru tímatökur hér á Monza í úrvalsdeild og þá þurfum við bara að resetta lobbyið. Gefa mönnum smá tíma til að anda og síðan bara vindum okkur í keppni. Jep. Segja hérna race startar klukkan 21:52. Það er 4 mínútur. Nú er bara að lóta snöggvast einu stykki keppnislobby. Svona gerum við það. Málið dautt. Já, auðvitað. Við þurfum að... Voru ekki allir búin að... Tjörnum við. Hanna kom það. Þarna. Hörðu, þetta byrjar í þoku, syns mér. Já, það er samt verið að stríða manni svo mikið með að byrja í þoku alltaf á Ítalíu og svo bjóðar ekki upp á regn. Já, If it's not gonna rain, why the clouds? Nákvæmlega. Þetta er bara verið að stríða manni, sko. Nákvæmlega, sko. Ég var myndið að horfa á einhverja keppnina daginn og þá kom svo mikið þoka. Ég sagði við félaga minn að ég væri farin að kíkja á regnspána, sko. Ef það væri svo mikið þoka í keppni hjá mér. Bíðu. Já, þú ætlar að ræða þessu upp. Ég skal aðstofa þig með það. Það er náttúrulega Alex Topsson fyrstur. Er allir skráður inn hérna, ok. Já, Alex Östur manna, má sjá. Ólafur annar, vantilega. Já, svo Jökull. Já. Fjórði. Það var Ívar. Síðan kom... Fimmti var Gunnar. Svo erum við Jóhann Inga í sjötta. Já. Og Andramá í sjöunda. Passar. A. Geirsson í áttundi.
Já, Ási 9. já, Dimmi 10. já, Haukur Ingi 11. já, Jói Egils 12. já. Gunnar Karels 13. og Ársæll á 14. Alright, þá var þetta komið. Þá hafa 2 mínútur hérna samkvæmt skipulagi. Gefum hérna 2-minute warning og síðan bara byrjuðu þetta. Já, þetta verður spennandi. Jóhann, hann er í 3. röð. Þannig Já. að það verður áhugavert að sjá hvort að hann er góðu starti. Hann er þannig með bíla fyrir fram að sig sem að eru ekki eins að fljótur á stað. 3 Bensar og 1 BMW. Þannig að ég er nú nokkuð viss að hann lái BMW-unum í startinu. En það er hægt að starta vel á bensinum ef þú kannt það, en það er bara ekki svona basic start. Það er einhver svona sérstök tækni, ég kann hann ekki. Já. Það er eitthvað svona, taka smá áhættur, spóla eitthvað smá og svoleiðis. En ég held að það sé ekki eftir enn að bíða. Ég bara segi, let's have a clean race og good luck og svo bara byrjuðu þetta. Ertu klár, Daniel? Ég er klár. Let's go! Þá kom að því. 5. umferð á Ítalíu, Monza varðahillin. Og fáum við að sjá fyrstu beygju mistakalaust. Það eru einhverja dýfbombur. Það er aldrei vitað þegar það kemur að Monza. En við erum að fara í gang. Ljósin er að kvikna. Það er bara let's go racing. Gott start hjá Alex sýndi mér. Jóhann Ingi náttúrulega býðir sér stað strax komin upp 2 sæti. Já. Já, hann er hann að vinna sig upp. Kemur sannlega 4. eða hvað. Ívar svarar. Vel gert hjá Ívari, hann eiginlega náði að halda sínu. Þau fóru samhliða, hann í gerum beina, liðsfélagarnir í Gullinskur Racing. En þvílíkt start hjá Alex. Hann startar á medium. Tækli fyrstu beygja. Já, hann er á medium, já, þetta. Vel tækli fyrstu beygja, allir fara mjög vel gegnum þetta og eins og segir Alex Thompson kominn hérna sekúndu undan strax. Já, Jökull er á hörðu. Þarna var eitthvað samstöð þarna á einhverjum tveimur. Sá ekki nákvæmlega hverjir þetta voru. Það hafa verið Andri og Ívar, sýnist mér. Eða Gunnar og Andri. Það var þarna einhver samstöð þarna, smá samstöð þarna í annar beygju. Bjóð til smá bil frá Ívari í andra, ekki mikið. Ekkert stór alvarlegt en smá töf. Sjáu þetta maður, þetta er gullfallegt að sjá. Alex að nýta þessi 90 dekk alveg í botn núna sko. Komum við langt á undan. Heldur betur. 1,6 strax á fyrsta ring. En Ekki alveg drauma starti á honum. Dimmi kíkar inn og ná, ekkert. Verður úr því, Haukur Ingi komið með hálfa sekundu. Þetta er alveg nokkuð þétt bara frá öðru sæti og niður. Hér sjáum við alveg góða lest af ökumönnum. Eru þeir ekki flestir á hörðum fyrir utan Alex. Ólafur er á hörðum, Jóhann Ingi er á hörðum, Ívar er á hörðum, Andri Már á hörðum. Dimmi er á medium. Þarna var eitthvað að gerast. Dimmi er á medium. Jep. Já. Hann ætlar að reyna að vinna sig upp. Ási er á hörðu. Jói Egils á hörðu. Gunnar Ágúst á hörðu.
Ársæll á hörðu, Haukur Ingi á hörðu og Gunnar. Þannig að þetta er bara Alex og Dimmi sem er á medium. Haukur Ingi er kominn í 13. sæti, hann er með refsingu. Já, það Hann kom eitthvað fyrir byrjaði honum. 10. Nei, 11. segja. Mjög þéttur hópur hérna, Ólafur meðan Jóhann Inga í skottinu. Ég var ekki langt þar eftir. Þannig er góður í útkeyslu hérna Jóhann Ingi. Ferrarín er góður í gegnum Ascari. Hann er lipur og léttur. Léttur, þú veist, við erum allir búin að vikta eitthvað, sepa þessi bílar en hann er nettur og dansar eins og ballerína á línunni. Hann er bara að vera kominn í 3 sekundur, hann Alex. Já, hann ætlar heldur betur að nýta medium stundið sitt. Slagurinn virðist vera helst hérna 3-4-5 og svo aftur í 6-7-8, 9, Já, 10. það er nóg í boði. Já. Það er nóg í boði hérna, sko. Ég skal vera að fylgjast með hérna neðar í pakkanum, sjá hvort það sé eitthvað sem að þarf að kíkja á. Já, Og læti þá vita, en það er mér sýnist að Gunnar Ágúst, hann er mjög nálagt Jóa Egils. já, Bara í stöðarnum hans nánar, sko. Og er hérna að stinga sér í á, nær hann að láta þetta ganga. Já, hann er kominn framúr. flottu framárastur Gunnar. Já, hann er aðeins þéttari hópurinn hérna neðar á listanum. Andri Már. Stinga sér hana líka. Er ég verið 3 white hérna náðast? Jói fær engan frið núna. Alex í skottinu á honum, Andri fyrir framan hann og Gunnar nýkominn fram úr. Gunnar á hörku akstri núna að sækja vel á Ása. Ási sem er að elta dimmi á medium-dekkjunum, þannig að þetta er svona, já, hann er ekki alveg að ná að nýta medium-dekkin eins vel og maður hefði viljað sjá. Ekki eins vel og Alex Thompson er að ná að gera, en hann er að ná að nýta þess samt, hann er ekki að missa neitt fram úr sér. Hérna er framúrastur Jói Egils og Ása Guðmunds. Við erum hlið á beinakaflanum. Já, og já, spurning sko, Jói virðist eitthvað að hafa mist mótjóð. Hann er ekkert að skemmta bílan eða svoleiðis, nei. Hann er greinilega eitthvað mist mótjóð þegar hann er búinn að hrappa hérna niður listan. Já, hann ekki að tala það í útsendingu. Hann var náttúrulega með útsendinguna hérna í annarri deild og opnu deild og hann myndist á það, minnir mig að hann hafði ekkert verið búinn að æfa sig fyrir þessa keppni. Já. Hvað er að gera þarna? Smá. Keyrir hann aftan á Ársæl. Já. Blessunarlega sé það engin skemmt. Nei, við náðum þessu á replay, þannig að við skulum bara taka replay af þessu, sjá hvað gerist hérna almennilega, fáum myndalina fyrir aftan Jóa, hérna kemur hann fyrir aftan Ársæl. Bremsar seinna og bremsar bara aðeins og seint og fer í hann. Nær ekki að stoppa sig og hann bara býður hérna, tekur heiðismanninn á þetta, hleypur honum á undan sér og heldur svo áfram. Flott, vel gert. Já, þetta var pottet ekki vilja verk en svona gerir stundum í kappakstri. Það er bara, menn eru í hita leiksins að reyna eitthvað og svo bara tekst það ekki. Hver kannast ekki við það? Er Jökull komin inn í pit? Herru, Jökull á 5. hring
Hann ætlar greinilega ekki að nota mikið af hörðundækjum. Ég segi Ási líka komin inn í pit. Já. Þeir eru hvoruð með skemmtan en þeir eru bara að kasta af sér hörðundækjunum. Ég skal segja ykkur það. Þetta verður áhugavert. Þetta er tölvöld fyrr heldur en menn fóru inn í gær. Já. Já. Það er spurning. Hvað nær maður mörgum hringjum á metinu, spyr ég. Er maður að ná 15 hringjum eða? Nei, það er ekki. 14-15, jú, ekki. Já, jú, fyrir ég að metin, ég var að hugsa soft. Ég bara var með soft í hugunum. Ég meina þetta geti alveg verið 2-14 hringja stundhjánum, cirka bát eða eitthvað. Hörku bara þetta hérna 9, 10, 11. Gunnar Karel leiðir hérna Haukur Ingi aftur komið sagt. Fær hann enga svona miskunn fyrir að vera á ítalskum bíl hjá ítalsku brautarverðunum? Já, hvað spurning. It's a Lamborghini, it's extra wide. Já, ég meina þetta er bara traktor, þessi Lamborghini, þannig að það er ekki að prófa að keyra aðeins meira út í köntunni, svo hvernig það hjálpa honum eitthvað. Já, það er mjög vel sloppið ef maður er með hálfa sekundu. Maður tapar ekki eins agalega á því og maður gerir leiðu út komin upp í 1,5, þá fer þetta margfaldast af því að maður tapar svo miklu moment. Já, algjörlega. Gunnar Ágúst komin í pit hérna með 69% af eldsneyti. Alex Thompson, hann er komið með 8 sekúndna forskot, segir. Já. Hann horfir áfram og lítur ekki tilbaka, drengurinn. Já, og sko, sérðu dekkin hjá hann er alls ekkert að slíta neitt mikið meira heldur en Ólafur fyrir neðan. Hann er aðeins náttúrulega meira enda á mikið dekkjum, en þetta er ekki það mikið munur að manni finnst það. Þetta sjáum við dekkinu á Alex og Ólafur hérna. Næ, þetta er bara nokkuð. Já, miðað við þessi slít myndi ég ætla að sé alveg hægt að þegja þetta í 14 hringi, sko. Já, algjörlega. Gott, ég hafi ekki bara prófað það einhvern tímann í lobby, ekki fyrir löngu síðan. Einar svona mögulegi framúraksturinn sem ég sé núna er hérna Jó Egils í 9. sæti. Hann er fast á hælaðanum Gunnar Karels. Leiðir henni beinankafla. Liggur í skottinu á honum. Lært drafti og sástu þetta, Haukur fyrir aftan og kom með 1,5 í sekt aftur. Búin að bæta við sektina einni. Þess. Það er greinilega að dansa full mikið á línunni Lamborghiniinn hjá honum. Þetta er í fyrst skipti sem að Jóhann Ingi keyrir eitthvað annað en Porsche, svo ég geti því að segja. Það er Ólafur Einar að fara inn í pit að henda hörðudekkinum undan. Það er Jói að ná betri útkeyslu, hann tekur víðar í línu heldur en Gunnar Karel sem ætti að gefa hann góða siglingu út úr beyjunni. Já. Já, og það sem skiptir líka svo miklu máli hérna er að fara ekki of snemma framur upp á að gefa Gunnari kjölsogið. Akkurat. Eins og Brad Pitt í Formule 1 myndinni hérna. Var það ekki að þessari braut? Það var að segja að bíða með að taka fram úr. Ég er ekki búinn að sjá. Ég er ekki búinn að sjá. Við erum að keppa á Monza og hann er að segja að bíða með að taka fram úr svo hann taki fram úr á beinakaflanum, basically sem við erum búin að tala um. Allir sem reysa. Já, ok. Ég er ekki búinn að sjá þessa mynd þannig. Nei, ég ætla ekki að spoila. En já, það er nákvæmlega þessi umræða sem að kom upp í nýju F1 myndinni og hefur eflaust gert það gegnum árin þegar við verðum að lýsa keppnum frá Monza því að þetta er náttúrulega bara eitt af þessum maður lærir þegar maður keyrir þessa braut mikið. En taktu eftir því núna að þetta er mjög athyglisvert, sko. Ólafur Einar var nokkuð ofarlega
hann er að koma út í pit og hann er kominn fyrir aftan Ása. Já. Haukur Ingi komið 2 sekúndur í refsingu núna. Jökull er komið fyrir aftan Gunnar. Jökull er nýkominn úr pit, þannig að hann veit eflaust ekki eyða miklum tími að reyna að fara fram úr, en Gunnar hefur náttúrulega fullan rétt á því að verja ef hann vill. En Jökull er nú aðeins hraðari, þannig að þetta ætti nú að ganga upp hjá honum á endanum, enda komin á hraðari dekk. Sjáum hérna, fer innan á Gunnar, tekur inn í línuna og skellir sér í slipstream hjá Jóa Egils. Þetta var bara mjög smúð gert hjá honum og enda betra að koma út úr beginu í bullandi slip. Það fara kannski 2 fyrir 1 hérna í lok beinakapsans. Lítur allt út fyrir það. Já, og svo beint fyrir aftan er Ólafur að taka fram úr Ása núna. Já, enda sko Jói er alltaf ekkert að fara að halda aftur á liðsfélagi sínum, hann veit alveg hver staðan. Hvað sagðið þú, hvað sagðið þú, varstu að tala einhverja baráttu? Já, það var bara á sama tíma á það sem þú varst að horfa á, þá var Ólafur að taka fram úr Ása. Já. Þannig að Ólafur er komið fyrir fram. Ólafur Ási er báðir búin að pitta yfir medium. Já, Óli er alveg 3,5 sekúndur fyrir aftan Jökull, já, rúmri það. Já, meira, 6 sekúndur fyrir aftan Jökull. Spurning hvað var mikið á milli þeirra þegar þeir fóru í pit. Gunnar Karels kom með sekundu í refsingu, hann er í 7. sæti. 2,8 í Ólaf. Hann er 38 sekúndur fyrir aftan Alex en Ólafur. Þannig að Alex á alveg nóg inni þegar hann fyrir pit til að halda sínu. Svo bara spurning hvaða stratti hann er á sko, hvað keyrir hann lengi á mediumdekkunum. Hann er sannlega að taka 2 stunda medium og 1 hard, svona að við ættum að giska eins og flestir gera held ég. Já, mjög líklega. Þannig að hann reynir öflust að vera úti alveg einhverja 14 hringi. Haukur Ingi verið pit, Gunnar Ágúst er að sækja á Ívar Eyþórs á fyrsta kaflanum. Já, beinakaflanum. Er það í 4. sæti eða? 10-11 fyrir ekki. 10-11, já. En nú sjáum við þá, Gunnar. Já, liggur hér í skottinu. Þolinmóður fyrir aftan Ívar. Andri Már ekki langt til eftir Gunnar. 4 sekúndum, smá bit. Já, það sem ég er að sjá hérna núna er að Dimmi er farin að nálgast Jóhann Inga svolítið sko. Dimmi náttúrulega byrjaði á mediumdekkunum og er ekkert búinn að pitta og Jóhann Ingi byrjaði á hard og sömuleiðis ekkert búinn að pitta, en ég verð að draga þetta tilbaka. Dimmi er búinn að láta þessi mediumdekk virka mjög vel fyrir sig. Já, þau eru ekki orðin hálfu hjá honum. Þau eru bara svona rétt að detti í það. Og hann er á 10. hring, þannig að já. Hann er sko búinn að vera í kringum aðra bíla í smá baráttu inn á milli. Hann er með betur farin dekk heldur en Alex. Já, Dimmi og Alex er bara búinn að sigla þetta bara alveg einn hérna á toppnum. Dimmi er dekkjakvíslari. Já, vísu Dimmi líka meðaltali sekundu hægari á hring, þannig að Já, það spilar líka inn í.
Ég er að skoða þetta tímaran sem Alex er búinn að vera að setja. Þetta er ekki smá consistent. 1.49.5, 1.49.2, 1.49.4, 1.49.5. Þetta er bara... Já, þetta er alveg crazy. Það eru bara allir ríkir 1.49 eitthvað hérna. Það verður fróðlegt að sjá hvað Jóhann Ingi keyrir lengi á þessum hörðu dekkjum. Hann er í góðri stöðu eins og það er. Já, hann geti verið að setja upp í one-stopper, sko. Já. Er það one-stoppið sem Davíð Andersson var að tala um? Já, geti verið. Já, það væri nú spennandi að fá einn one-stopper hérna í toppbaráttuna. Já. Sjá hvort að það sé að fara að koma sér vel fyrir hann. Núna fyrir Alex inn. Hann er greinilega ekki bara one-stopper. Sko, já, ég er nefnilega held að one-stopper sé ekkert svo vitlaust. Þú sér það, ég meina, hann er þetta ofalega, Jóhann, og er að keyra hörð og hann þarf ekki að keyra nema einhverja 16 ringi, þá getur hann kannski að tekið restina á með því. Hann þarf ekki eins og að taka hard, skilur við. Kemur ekki óvart að sko Jóhann Ingi Dimmi og A. Geirsson séu allir að setja upp fyrir one-stopper. Já, ég geti alveg trúið honum Alex þess líka. Nei, Alex var að koma úr pit. Nei, ég er að tala um Geirsson. Já, ég var að tala um hann, já. A. Geirsson. En eins og staðan er, þá er bara stutt á milli efstu manna hérna. Mjög stutt á milli, innan við sekunda. Á milli Alex og Jökuls núna. Sem eru báðir í 4. og 5. sæti. Já. En Alex á fresh medium dekkjum, hann að... Já, en nú er svo gaman að sjá hvað, þótt að Jökull sé nú aðeins eittu dekkjum, en þá er alltaf minni munur heldur en á hard versus medium eins og þeir voru að keyra á það. Þannig að spurning hvort hann er að hanga betur í honum núna. Já, algjörlega, það er fróðilegt að sjá. Og ekki verða fyrir eitthvað áhörður ef við fengjum smá baráttu. Ólafur Einar með 1,5 sekúndu í refsingu. Já, sæl. Hún gefur þessi braut og hún tekur. Gunnar og Jói Egils hlið við hlið hérna í 8. og 9. Þínins Gunnar hafa verið að taka fram úr Jói Egils. Já, og svo náum við því á endursýningu. Prófum þetta. Gunnar koma þér. Gunnar er á auðtaverðu, já. Já, bara vel gert hjá honum. Náði honum í slipinu, fór á auðtaverðu inn í beygina og kom á undan út. Bara skólabókar dæmi, virkilega flott. Já, það er að sýna sér pínu æfingarleysi hjá honum Jóa. Núna er Alex Geirsson að fara í pit. Það er 12. hring. Já, og hann er að fara af harddekkjurum, hann að... Já, hann er ekki að fara að taka one-stoppers, það er klart mál. Þar fór Sú Vænting. Jökull og Alex ennþá hérna bara 3. og 4. sæti. Já, svo Jökull er komin 10 sekundur á Óla Einar núna, þannig að fá auka spila á milli þeirra. En Jökull liggur hérna í skottinu á Alex Thompson, þannig að fylgjumst aðeins með því. Þetta er topp barátta. Í raun og veru veldur á því hvernig Dimmi og Jóhann Ingi kom út úr sínum pitstrategíum, en þetta var allt eftir að skýrast á eftir. Núna fáum við svona meiri hugmynd af hraðanum hjá þeim, þar sem þeir eru á samskonar dekkjum. En hann nýtti bara nokkuð vel medium stundir sitt þann Alex var með. Já, mjög vel. Dekkin hjá Dimma orðin alveg verulega sliti núna. Hann er farin að missa svolítið hratt bilið á milli síns og Jóhanns Inga. Þannig að við erum að sjá það að eftir
eftir 12 ringi þá eru dekkin orðin frekar slitin hjá honum Dimma sem er búinn að vera að fara mjög vel með dekkin, með mídíum. Já, hann er náttúrulega byrjaði bílinn á fullum tang. Það verður kannski auðveldara fyrir Jóhann Inga ef hann ætlar að reyna við hard medium að taka síðari helminginn. Já, algjörlega. En hlutum hvað hann þarf mikið bensín fyrir seinna stintið. Svo er spurning, kannski fer hann bara inn á 16. hring og tekur aftur hard. Maður veit ekki. Það er, ég er svona að skanna brautina bara. Það sé að Ívar Eyþórs er að sækja svolítið á Gunna. Það var kannski full bjartsýn með 14-15 hringi á medium. En ég er alveg viss að það er hægt samt. Einhvers staðar, einhver tíman, einhver mun geta það. Já. Smá slætana fyrir áhorfendur. Aðeins búinn að bæta í bilið í hann Jökul. Það kom í 1 sekúndu. Getur líka verið bara að það er pínu óþægilegt að vera mjög nálægt. Kannski er Jökul bara aðeins að peysa sig. Kemur í ljós. Spurning með Dimma. Fer Dimmi inn núna. Með að það er hann að þrauka áfram. Shit, hann fer svo vitt, ég er ekki að sjá að hann fara inn í pit. Fór mjög vitt í þessa beygju. Já, sæll. Já, ég er á útsendingunni hérna líka, en ég sé þetta svona aðeins eftir á. Þetta er rosalegt. Ég er að fylgjast með þetta núna bara, svo við vitir þá er ég að fylgjast með mittbakkinu. Já. Það er engin rosaslagur núna, það er stutt á milli 7. og 8. sætis, en það er búið að vera að haldast bara mjög jafnt. Það er engin að sækja og engin að dragast áfram. Þannig að þetta er þéttur hópur samt hérna frá 7. til 9. Já, algjörlega. Þannig kemur það Ási á Lexus, eini gaurinn sem keyrir Lexus þetta tímabil í úrvalsdeild. Það var nokkuð mikið Lexus í fyrra. Og er einhver annar Lexus líka? Já, liðsfélagans Ása, hann Ásæll. Já, þeir eru báðar á Lexus, ég byrst afsökunar. Já. En já, enga síður, aðeins minna Lexus þetta season, hann var svolítið vinsæll í fyrra. Það er búið að svinga svolítið yfir til AMG og GT Nissan. Eða eins og einhver hefði kallað bara Datsun hérna. Já, Datsunin. Datsunin, sko. Það er alltaf vinsælt. Ég átti svona Datsun Livery sem ég gerði fyrir GTR einhvern tímann. Þegar við þurftum að nota GTR-in í tímatökur. Jökull aðeins að missa bil í hann Alex. Það er að nálgast 2 sekúndur. Dimmi fer inn í pit núna í lok 14. hrings. Já. Og hann er að fara hard og klára. Ég trú ekki öðru en þetta sé one-stopper að Dimma. Og ég hugsa að Jóhann Ingi sé að pæla eitthvað svipað. Já. Fyrst hann er kominn 15 hringi. Nánast hálf keppnin, einn hringur viðbót og keppnin er hálfnuð. Svo bara spurning hvernig stakkast þetta upp þegar Ívar Eyþórs er að stinga sig hérna. Þetta er 7. sæti, 5., 7., 7. Ívar var svona að reyna að stinga sig hérna Gunna en þurfti að bakka út úr því, hann náði ekki alveg að stinga sig nógu mikið. Náði þessu í endursýningu, sínum þetta eftir smá stund. Sáum hvort það verður eitthvað úr þessari baráttu hérna 5., 7. og 7. sætið. Gunnar að kikka á Ása og meðan að Ívar er að Íþór, þessu var góður. Ívar Eyþórs er að tjekka á honum Gunna. Shit. Bulli sem vellir útmælinn stundum hérna þegar maður er að reyna að tala á autopilot. Já, það er að tala svo rætt.
tala svo hratt. Það er alltaf að gera svo hratt og þú þarf að tala svo hratt. Sjáu þetta, þeir eru alveg límdi saman þrír. Það er rosalega bara þarna. Andri með innri línu. Hann er áðægilega að loka Ívar innri. Þarna fyrir aftan Gunna. Já. Þannig að Andri komst fram úr hana. Yes. Og Ása tókst einhvern veginn síðan að stinga það af, hann komið næstu í sekundu. En nær hann að taka parabóliku þannig að þeir eru úr kjölsvæðinu. Nei, mér sýnst ekki. Hann fer hægar út úr parabóliku heldur en Gunnar. Gunnar er núna að sækja vel á Ása í parabóliku. Það er spurning hvort hann nær að gera eitthvað úr þessu, en þar fyrir aftan hann er síðan sko 0,3 milli Gunna og Andra og milli Andra og Íþórs. Íþórs. Þetta er verið fast við það núna. Ívar! Ég held að hann hafi bara verið að bjarga sig að fara ekki aftan á með því að fara til hliðar. Þetta átti ekki að vera framúrakstu tilraun. Nei. En við eigum endursýningu frá því akkurat fyrir hring síðan þegar að var verið að reyna framúrakstu. Svo fá hérna baksýnis lúk á þetta. Sjáum hérna erum fyrir aftan hann Ívar sem ætlar að fara hérna inn á Gunna. En ákveður að bíða betri dags. Þá er Gunni að nálgast Ása. Hann fékk smá breyk frá þeim hann áðan. En nú er pressan mætt aftur. Við erum á 16. hring og Jóhann Ingi er ennþá úti og spurning, fer hann inn á þessu hring eða ætlar hann að taka 2-3 auka og skemmta sér á medium? Hann fer inn núna, hann er ekki með nóg bensín til að klára. Já. Meiri hringi. Þannig að það er bara spurning. Ég hugsa hann hlýtur að þurfa að fara að halda aftur. Ég er alltaf bjartsýnn að halda að fara á medium. Ég mæli mig að kíkja núna á 5. og 7. sæti. Já, ég er bara akkurat á þeirri baráttu. Já, ok, frábært. Gunnar er komin að liðinu ásett með innri línuna, þannig hvað gerist þetta? Gefa það space. Vel gert hjá Gunnar. Þetta var næs hvernig að svinga þegar hann að auðvitaðverði og já, tæpur. Missir Andra fram á sér við að missa bílinn aðeins upp út úr beinu þannig að við erum að fá endursýningu þetta líka. Já, hann var að skítuða partinum á brautinni. Ekki alveg jafn mikið grip. Sjáum þetta endursýnd hérna, Gunni fer á auðvitaðverðu og á þá inn í línuna næstu beygju og sjá þess Ása hérna, slætar út úr beinu en nær að grípa bílinn, bjargar því sem bjargað var hægt og misti reyndar Andra má fram á sér við þetta en þetta hefði getað farið verð. Og það er ekkert þess að Andri er að taka hérna fram úr Gunnar sem er að gera allu til þess allavega. Hann er á ytri línan, ég veit ekki hvort það muni ganga upp hjá honum. Það eru 2 vætin í Askari, Andri tekur þetta. Jöss, þetta var rosalegt. Þetta er bara efni í endursýningu aftur líka. Þetta var alveg spurning hver ætlaði að gefa sig en Gunni sá hann var kominn hann upp að hliðra sér og ákvað að gefa þetta eftir. Vel gert. Núna er Gunni með slippið á hann Andra. Fór svolítið snemma úr því, hann kannski varð að gera til að fara ekki aftan á hann. Já, hann var með betra exit og Andri var kominn á innri línuna, sko. Hann er að keyra þetta mjög varnarlega. En sjáum hvað Gunni gerir núna. Þeir eru í nákvæmlega sama stað við vorum með seinasta hring með Ása og Gunna, nema núna er Gunni á ytri hring, þannig að nei, Gunni var ytri meginn þá líka. Þetta er bara repeat að Ási kasta bílum aðeins aftur. Já. Það er bara allt að gerast hérna
4 bílar í baráttu. Já, Ási núna var fremstur í þessum pakka áðan en núna orðinn seinastur í þessum pakka. Þannig að mista Ívar fram á sig líka. Já. Fór ekki Jóhann alveg örugglega yfir á Hard aftur? Jú. Kíkjum að, ég skal kíkja. Jú, hann á Harðum. Ég var að tekka á þessu fyrirspjörnum. Jói Egils, hann að koma út í pit núna á medium í seinasta sæti. En sko, Jökull hlýtur að fara inn í pit núna, hann kominn á ljósið og búinn með medium dekki sín. Bilið á milli Jökuls og Alex komið upp í 5 sekundur, tæpar. Já, Jökull fór dekkin töluvert bara fyrir. ennþá, já, dekkin ennþá bara mjög flott hjá Alex. Þannig það spurning hvort að Alex, já, nei, hann verður að taka annað mediumstint bara. Nei, hann á eftir hardstint, Hann á eftir hardstint, já. Halaróa 4. til 7. sæti. Og hérna kemur Gunnar Ágústinn og Ási fór líka inn. Sjáum Jökull fyllir bílinn. Hvar kemur Jökull út? Kemur út á medium og það eru 14 hringir eftir. Hann hlýtur að ætla að klára þessa keppni á þessu dekkjum. Já, og við getum séð það að Dimmi ætlar ekki að taka one-stopper út af því að hann fór aftur á medium dekk, þannig að hann á eftir að taka harddekkin líka. Já. Þannig að Jóhann Ingi, hann fór aftur á harddekkin, þannig að hann hlýtur að vera one-stop. Ég held að við bara hljótum að geta slegið í föstu hér og nú að við erum að sjá one-stopper. Og þetta spennandi one-stopper, hann í 7. sæti núna, 42 sekúndum fyrir aftan Alex. Alex enda með mjög góða stöðu. Spurning hvað hann tapar miklum tíma við að fara í pit og setja bensín á bílinn. Og svo á hann alltaf, já, hörðut ekki eftir, en þegar hann kemur út á hörðum þá verður hann alltaf mun betri hörðum heldur en Jóhann á. En við getum verið að horfa á pall hjá Jóhanni. Já, algjörlega. Sér það Ólafur Einar 19, næstu 20 sekundum fyrir aftan Alex, þannig að Jóhann Ingi þá bara 20 sekundum fyrir aftan Ólafur Einar, þannig að hann tæknilega séð í þannig stöðu að þegar allir fyrir framan hann búin að pitta, þá ætti hann að vera komin í annan sæti. Já. Svo bara halda með aðra og ferskari dekkin fyrir aftan sig. Já, sér það, hann komin í 4. núna og hann með dimma fyrir aftan sig. Dimmi náttúrulega á fresh medium dekkjum, eða svona fresh-ish. Fresh-ish? Já. Það mjög gott. Það Skeir í 3. æsastæðinu núna. Og spurning, sko, hann byrjaði á hörðum, var lengi á þeim, fór á medium. Ég hefst að mig grunar Alex Geirsson sé að hugsa hard, medium, soft. Það gæti verið, já. Vó, þetta var bara, hann var komið í múturinn. Já, ég meina bara meðal í dekkjaslit hjá honum og hvað hann var lengi á hörðum, sko. Það var það alveg möguleiki, sko. Það verður aðfáðart. Barátta hérna í 10-11, sami hópur og var áðan. Núna fyrir Alex í pit síðan. Já. Alex í pit, 4 lítrar eftir, gerir sig kláran fyrir hard stint. Ási náði fram úr Gunna
og Andra með pitstopi. Já, Lexusin var náttúrulega mikið tekin í fyrra fyrir bensíneyðslu, af því að hann er svo góður á bensín. Já. Síðan er aðeins búið að breyta bensíneyðslu og áfyllingu, en enga síður, þú veist, þetta er ennþá gilt, hann er góður á bensín, eða, þú veist, hann er góður í að fuel save, sem orðaði þannig. Já. Ég held við getum verið að horfa á Alex koma út úr með sigurinn hérna, ef ekkert breytist hjá honum. Hann kom út í öðru sæti, hann er 3,5 sekúndur undan Jóhann Inga, þeir báður á harddækjum, en Alex á betri harddækjum. Þannig að Alex er núna, já, hann er 8 sekúndum undan Jökli. Já. 8 sekúndur og það eru 12 hringir eftir. Já. Jökull gæti nú saxað eitthvað á þetta á mediumdekkjum, en Jökull þarf að taka fram úr Dimma. Dimmi er væntanlega ekki, Dimmi þarf að fara í pitt aftur út í að hann er búinn að taka harddækjum. Hann er ekki búinn að taka hatt. En hann þarf að taka fram úr Jóhann Inga hins vegar sem að væntanlega á seinasta snittinu sínu. Gunni hérna með Ása í skottinu og Andri í skottinu og Ása. Þetta er bara þryggjalaga samloka sem maður þarf ekki að enda. Já, Gunni kom fram úr Ása sig. Já. Það má ekki líta af þessu, þá breyst þetta. Já, þetta er rosalegt. Andri sýnist mér að fara að taka fram úr Ása líka. Já. Gerir þetta styrtilega. Þannig að sko, já, þetta fer að skýrast aðeins, áhugavert. Það er spurning hvort að Jóhann Ingi hefur lent ykkur núna Dimmi bara komið slagur hérna þriðja sæti, Dimmi og Jóhann Ingi. Dimmi á, ég er alltaf að gleyma, hann á eftir að fara pitt sem náði hörðutæki. Já. Það er bara þannig. Setjum aðeins borð hjá Dimma, fáum smá beint í ætt hvernig að sitja inn í svona bíl hér á Monza. Tæpur. Það er eins uttalega ómögulega að hægt er á þess að fara í sandinn. Jökull núna kominn 1,2 fyrir aftan Dimma, hann sækir hratt á hann. Já, hann má sjá Jökull í baksýni speglinum hjá Dimma. Já, nákvæmlega. Svona er stundum að keyra, maður er með annað auga á gaurinn fyrir fram að sig og hitt auga á gaurinn fyrir aftan sig, sko, það getur verið trikki að multitaska þetta. Og þriðja augað á bremsupunktinum. Og fjórða augað á röðurinn og ökumönnunum og tímamönnunum. Það er svolítið svoleiðis. Sjáum hérna að Dimmi er kominn í slip af Jóhanni. Nei, Jóhann Inga. Þetta er kannski ekki alveg nóg. Þetta er sig úr slipinni þarna þegar hann vill sennilega bara halda smá fjarlægð fyrir bremsukamljónum. Borgar sig stundum ekki að koma allt og heitur inn ef þú ert ekki að fara að reyna fram á rausturinn. Betur að hafa smá safe space. Og sjáu þið, Jökull er bara kominn beint í skottið á Dimma. Nú stökkum við bara hjá Jökli. Það liggur hérna alveg í honum. Já, hann er alveg sko. Það er ekki millimetr gefinn. Já, góð útkeysla hana með einu línu. Sennilega að fara að taka þetta hérna. Nei, hann ákveður að dýfa sér ekki.
Hann hefði getað það kannski, en það er sennilega hægt það mikið á þeim báðum að borgaði sig ekki. Sjáum hvernig hann notar hérna kantana og dimmi aðeins út úr. Læra að halda bílum. Jökull síns veginn með inn í línu hérna að taka fram úr á beinakaflanum bara. Án þess að vera í kjölsóðinu með þess að. Já, en þú finnst vera góður endarhraði í Nissanum. Já, en Jökull með inn í línuna og... Nei, heyrðu, hann plantar sér þarna bakvið. Bara leið og sagðir að þá hætti hann við. En þau eru að nálgast Jóhann. Sýnist mér, það er nú ekkert rosalega langt í hann Jóhann, það er rétt rúm sekúnda. Þannig að... Nún er Jökull með aðra tillögu, já, þetta, hann lætur þetta ganga. Vel gert. Skar helvítið vel. Svolítið tæpur á exitinu hana. Já, það var Dimmi sem fekk sekt. Ég var að hugsa hvort að Jökull myndi hugsa að fá sekt þegar hann fór yfir hana, en ég kannski horfði á mikið á Jökull og ég tók ekki eftir því að Dimmi fór meira ótrúður. En þetta er, já, það eru sumir staðar á þessari braut sem eru bara, þau refsa eiginlega ómikið finnst manni. Já, ég hafa með þess á mörgum brautum. Sumum brautum refsaðir ómikið og sumum brautum refsaðir eiginlega ekki í neitt. Já, ég er eiginlega komin á skoðun að við þurfum bara að fara að breyta penalty systeminum í weak en ekki strong. Af því að við erum að horfa á miklu meiri refsingar heldur en þeir fá í alvörunni, sko. Já. Menn fá nú yfirleitt 2 aðvaranir og einhverja smá refsingu ef það er svo þriðja, en hérna þegar maður 1 pixel yfir einhverja laufhæga beygju og 3,5 er sagt, þú veist, það bara meikar ekkert sens. Herru, við mistum aðeins þegar við vorum að fylgjast með Jökli og Dimma, en Gunni er kominn fram úr Ívari. Já, og var það bara að gerast, 2 orðum? Já, það hefur verið að gerast á þessu hring væntanlega. Já, svona er þetta, maður getur enga veginn náð öllu aksjónunni sem er í boði, því stundum er bara tvennt að gerast í einu og öðrum tímum þá bara shit happens og maður er að horfa á hvað annað. En við gerum okkar besta. Já, en þá er held ég bara næsti slagur sem fara að koma upp bara mjög fljótlega, það er Jóhann Ingi og Jökull. Þeir eru báðir á sínum seinasta stinti, þeir þurfa ekkert að pitta meira. Jökull náttúrulega er komið rakettu aftan í innan Benz, hann ætlar að komast ofar. Já, þetta getur verið spennandi. Jökull hefur yfirbyrði þegar kemur að dekkjum eins og staðan er. Hann er á hraðari dekkjum. Já, Hilmar tekur með mér í spjallinu undir að við þurfum víkrafsingar. Já, ég hef bara ekki kynnt henni, ég hef bara aldrei prófað að keyra með víkrafsingar í þessu, þannig að ég veit ekkert hvað það þýðir. Það þýðir bara svona á þessum brautum sem eru stundum að gera okkur lífið leitt eins og Le Mans, Monza og nokkur aðra sem eru með svona staði sem að refsa harkalega, að þá hefur þau smá svigrum til að fara út fyrir línuna á þess að það sé punishað. Þá er Alex Geirsson að taka pitstoppið sitt þar yfir á handekkin. Jökull er að fara að taka fram úr Jóhanni hérna á beinakaflanum. Það eiginlega getur ekki hann að gerst. Hann tók meira en sekundu á hann á einum hring. Það er núna bara alveg við hliðina á honum. Já, hann kominn fram úr. Já. Jóhann ákveður að reyna ekki að vinna inn í línuna og taka þetta aftur.
Ég veit að Jökull er á metrum dekkjum. En hann hefur þá 7 hringi en Jökull núna til að sækja á Alex. Alex á harddekkjum, Jökull er á mediumdekkjum. Hann eru orðin svona kvartslitinn hjá honum. 6 sekúndur á milli þeirra. Dimmi er orðin á mjög slitnum mediumdekkjum. Hann á eftir að taka harddekkin sín. Þannig að hann er að fara að detta niður eitthvað. Gunnar og Ívar halda áfram að slást hérna. Ívar í 7. sæti sýnist mér að nálægt í að vera búinn að taka fram með Gunnar aftur. Þetta er hörku barða hérna. Og Alex Geirsson kominn á softdekkin alveg Já, var það í ekki? stöðarunum á honum Ása. Ég vissi það. Ég þekki strákinn. Sjáum hann hérna, er á utanverðu á honum Ása og já. Plenty grip. Komið fram Já, úr. þessi gripmunur. Það er sett vel út fyrir og missir hann aftur. Og missir báða fram fyrir sig. Gott betur en það. Öss. Áfram að Ívar Eyþórs og Gunnar Ágúst. Þetta er hörku barátta og þetta er nú ekki fyrsta skipti sem þeir bærast á braut. Þeir hafa eldagarlátt silfur í gegnum árin. Ívar hérna meinri. Vel gert hjá þau, Reyni Gunni Svitsarú. Já, Gunni var að hugsa Svitsarú en þetta gekk ekki upp. Trikki beygja fyrir svoleiðis. Já, þetta er nefnilega ótrúlega trikki beygja. Það er bara rétt að maður ná henni. Alltaf þegar maður tekur hérna. Já, nákvæmlega. Hvað þá að reyna að taka fram úr í þessari beygju, sko. Það enda bara eins og Hamilton og Max Verstappen hann ofan okkur öðrum. Já, algjörlega. Það getur nákvæmlega enda þannig, sko. En að sjá Andra Már, Ása og Alex. Þetta er líka 3 bíla barátta. Virðist vera mesta baráttan hérna. Frá 7. og niður í 10. sæti í 2 sitt. Alex að fara að gera allu aftur á mjúkudekkinu sínum. Reyna kannski að halda sér á brautinni síðan eftir framúraksturinn. Já, hann er bara gjörsamlega að setja þetta upp fyrir að gerast nákvæmlega eins og næsta hring fyrir utan mistökin. Spurning hvort að Ási gefur honum ytri línuna eða nei, hann gerði það ekki. Það er eiginlega meiri líkur að menn reyni framúrakstur ef að menn verji og þá fara þeir utanverða því að sko, það er stór hættulegt að reyna að taka inn línuna þannig. Það endar yfirleitt ekki vel, en ef þú verð vel þá gefur það tækifæri að koma aðeins hraðar inn í beyginn og svinga þér hana fyrir á utanverðu. Já, akkurat. Sjáum hérna. Fór Alex of djúpt, en er samt með gripi til að geta gefið snemma inn og bara náð tölvöld betra exiti. Nú er hann alveg í byllandi drafti. Dimmi kominn inn í bit, þannig að hann hrapar hann í listan núna. Hann verður að taka harddekkin. Já, það er bara, það er ekkert annað í boði. Alex komið fram úr, vel gert, flottu framúrástur, náði góðu exiti og lág í skottinu Ása og hirti svo inn í línuna. That's all she wrote. Þá er bara að fara að sækja á Andra Má. Já. Og Gunnar og Ívar ennþá að slást bara eins og hundur og köttur hérna á breytinni. Ég var einmitt að hugsa til þeirra. Já, það er greinlegt að slagurinn er ekkert búinn þótt að taka fram úr. Þá bara snýst vörn í sókn og öfugt tilbaka. Þeir hérna er alveg líktið saman. Jöp. Stráng heiðarleg barða.
Gott rönn hjá Gunna út úr Askari. Þú ertu bara spurning, reynir maður að taka fram úr eða setja upp útúraksturinn, exitið? Jökull er búinn að sækja rosalega á Alex Thompson núna sko. Bilið er að vísa enda á 4,5 sekúnda. En ég held að þetta sé svona svolítið búið fyrir Jökull núna þar sem að dekkin hans eru orðin verulega slitin með við það að það eru 5 hringir eftir. Nei, 5 hringir, 4 hringir segir. Ívar Ver, Gunni tekur ytrirlínu. Já, vel gert, þetta er annarskipti. Ef ekki þriðja sem við sjáum hann. Og við sjáum líka Alex Geirs taka fram hann andra mál. 2 framarakstur í einu skoti, þetta var bara very pro. Og það svona seint í keppninni í þokkabóts. Heldur betur. Þetta er ekki búið, þeir eru hérna jafnir. Gunni með innlínuna. Ívar reynir ytri. Þetta er rosalegt að sjá þetta og Alex Geirsson á softdekkjum er að nálgast á. Það eru 2,5 sekúnda í Ívar. Og ef þeir halda áfram að berja svona þá hjálpar það Alex. Algjörlega. Tíminn milli 1 og 2 er 4,1 sekúnda. Ég sá að Gretar voru að spyrja í chatinu. Já. Rönnum með það. Og bilið virðist vera að aukast núna sem að Jökull er kominn á seinasta fjórðunga dekkinu sínum en dekkin eru bara í toppstandi hjá Alex. Sjáum nær Ívar útkistinni. Lík barátta sem er eiga hérna strákarnir. Þetta er alveg rosalegt. Já. Það er sko varnarakstur í 1 hérna sko. Ætlaði það að endurtaka þetta framaraksturinn frá seinustu braut, eða seinustu hringsegi. Gunni er á auðvitaðverði eins og áðan. Ívar er komið fram úr. Lær Gunni að svinga. Nei. Ég á ekki orð. Þvílík veisla sem þeir eru að bjóða okkur upp á hérna, strákarnir. Þeir eru bara að skiptast að taka fram okkur öðrum hérna. Algjörlega. Og Alex Geirsson alveg að vera komin í hennar slag. Þetta verður 3 bíla barátta áður en að látum líður. Og Gunnar innan á Ívar. Og komið fram úr. Geðveikur. Alex kominn núna sko. Hann er ekki bara verða kominn, hann er kominn. Já, þetta hjálpar honum, ekki spurning. Þetta er rosalega barátta í gangi hérna. Langur beinkafli. Nú eru allir að hugsa setja sig upp fyrir síðustu beygju, ná góðu exiti. Nær Ívar að svara. Nær Alex að stinga sig fram fyrir. Alex fer innan á Ívar, en gott kjölsa henni í gangi. Þetta er rosalegt. Þetta er alveg magnað. Næst seinungurinn byrjaði núna. Gunni heldur þessu, vá. Svo er líka bara spurning sko hvort að Andri Már fari ekki að ná þeim líka bara. Já, nákvæmlega. Alex Geirsson kom við hliðin á Gunna. Og Gunni, ég get ekki sé hvað er að gera þetta, þetta er svo mikil. Ég ætti ekki að prófa að setjast borðið og hefa Alex. Já, hann hlýtur að fara að reyna að taka fram sko. Þetta verður svo dýrmætt stig fyrir hann ef hann nærði því.
Því að hann komið hraðast að hring líka, sko. 1:49,1. Hann að detta í það að Softakin hálfnuð, það ekki nema einn hringur eftir rúmur. Dugað að drepast. Við erum að fara að lenda á síðasta hring. Það stefnir allt í fyrsta sigur hjá Alex Thompson. Já, hann kominn á seinasta hring 3,5 sekundu á undan Jökli. Jökull kominn á ljósið með verulega slitin mítindekk. Ég held að hann sé ekki að fara að ná Alex, en hann búinn að sækja rosalega vel á hann, en ég held að Alex sé með þetta. Það held ég alveg klart mál, sko. Ég skal fylgjast með þetta á toppnum, þú heldur áfram að fylgjast með baráttunni hjá Alex Geirs og félögum. Já, þetta lítur ekki út fyrir framárasins tilraunir núna. Aðeins búinn að slitna frá, þótt þessu frekar nála hvorum öðrum. Það eiginlega frekar Andri sem kom í skottið á Alex. En sjáu þetta, þeir eru allir mjög jafnir, sko. Þetta getur breyst í einni beygju. Þetta allt opið. Og Ívar að skoða inn í línuna, aðeins að stríða Gunna í speglinum. Þetta ekkert búið. Spurningum, hvar eru Alex og þeir núna? Þetta ekki búið. Ívar hérna alveg í skottinu á Gunna. Setja marker á þetta hérna, sko. Alex hérna að fara að segja þetta skiptið í gegnum Parabolica. Styttist í að hann fari yfir endalínuna sem sigurvegari í þessari keppni. Fyrsti sigurinn hans í Úrvalsdeildinni. Já, ég setti replay á þetta, krakkar. Engar áhyggjur. Og hérna kemur Jökulli öðru sæti. Ívar, síðasta beygjan. Nær hann. Að skoða þetta aðeins betur fyrir við komnir í línuna. Ívar á undanverðu og næra Gunna. Hvað að gerast? Hver verður á undan? Já, Þetta ekki að grína, þetta er fotofinish hérna. Ívar náði honum með 0,018. Wow! Bara fotofinish hérna. Þetta var rosalegt. Fáum endursýningu á þegar eru að koma allir hérna að Ascari. Ég vona að þetta replay nái cirka bát það sem við tókum þráður aðan. Á ég ekki að bjóða Alex Thompson í þetta partíð? Jú, gerðu það endilega. Þetta var rosalegur endir. Já, hérna komaði lattir og Ívar nær að setja hann upp fyrir síðustu beyguna. Vá. Þvílíkur kappakstur. Þetta var rosalegt. Geggjaður kappakstur. Þar hafið þið það, Alex Thompson með sinn fyrsta sigur í úrvalsdeild. Til hamingju með það, frábær keppni frá þessum unga dreng. Sýndi það að hann var klárlega hraðastur hér í dag og það átti bara, Jökull átti smá sjens en það var bara ekki nóg. Hann var á undan og gerði það vel. Þess vegna skulum við sjá stöðuna. Það er Alex Thompson sem sigrar sína fyrstu keppni, Jökull annar, Jóhann Ingi þriðji, Ólafur Einar klárar fjórði, Ívar Eyþórs fimmti eftir brjálaða baráttu við Gunnar Ágúst, Alex Geirsson sjöundi, Andri Már áttundi, Ási Káur níundi, Dimmi tíundi, Jói Egils 11, Haukur Ingi 12, Ársæll Guðmunds 13 og Gunnar Karel klárar í 14. sæti. En til okkar engin annar en sigurvegari kvöldsins mættur. Alex, til hamingju. Takk fyrir.
Það kom að því maður. Axelröðar. Já, takk fyrir það. Þetta var glæsilegur rastur hjá þér, bara virkilega vel gert og aldrei í verulegri hættu. Þú byrjaðir á mediumdekkjum og settið strax þinn tón á keppnina og náður upp smá forskoti. Var þetta ekki bara nákvæmlega það sem lagður upp með? Jú, þetta var bara allt eftir plani. Geggjað. Er ekki gott að vera búin að ná fyrsta sigrinum svona komið með hann í höfn? Þetta er búið að vera mikil pressa og mikil barátta, þú veist, þetta er ekki smá ökumenn sem voru að keppa við, Jökull og Óli og Jóhann og þeir. Jep. Algjörlega. Og hvað, segðu okkur eitthvað, Monza, er þetta upp á sprautíðina? Neip. Neip! Nei, hvernig líst þér á brautina sem við erum að keyra í næstu keppni, Tokyo Express? Það er með uppáhaldsbrautina mínu, sko. Já, þú meinar. Þannig að þú ætlar bara að taka að sigur aftur. Ég ætla að reyna það, já. Já, pressan er komin að þig. Já. Algjörlega. Segðu mér hvað ertu búin að vera að keyra lengi? Bara þá í Gran Turismo. Já, svona hermi kappakstur. Þú ert frekar ungur, eða ekki? Jú, ég er bara 16, sko. Já, nákvæmlega. Þannig að þú ætlar að framtíðina fyrir þér, sko. Já, ég er búin að keyra Gran Turismo í svona 1,5 ár. Sæll, þetta er bara Já, allir hennar gamlu að fara að íkæðina fyrir unga liðinu. ég er búinn að keyra Gran Turismo í 28 ár, þannig að þetta ekki ykkur annarri dild. Segðu. En já, þetta verður áhugavert. Þetta bara gerir stigakeppnina ennþá meira spennandi og já, ég segi bara enn og aftur, Alex, til hamingju með sigurinn. Þetta fyrsti sigurinn í úrvalsdeild og svo sannarlega ekki svo síðasti. Já. Þannig að þú ert náttúrulega bara spenntur fyrir áframhaldinu. Já. Áttu þér einhverja uppáhaldsbraut? Já, það er bara Spa, sko. Já, það eru margir sem haldur á Spa. Hún er helvíti góð. En heyrðu, það er sem ekki eftir reyna að bíða. Við bara þökkum fyrir okkur í kvöld. Þetta er búið að vera frábær keppni, gott áhorf og eftir 2 vikur verður keppt á Tokyo Express og þangað til við að heilsa. Takk fyrir okkur og bye bye.